Sko, skógrækt og býflugur, það bara eitt. Það bara eitt af þessum sameiginlega. Þú fær miklu betri skóg, þú fær miklu meiri frjóvgun og miklu meira líf í skóginn. Og hér hefur gengið vel hjá mér. Aðstæðurnar hérna eru alveg 100%. Þegar að vorar, að þá í svona fyrsta hlýja deginum með sól, að þá heyrist hérna þungur dynur af því þá öllum orðið alveg rosalega mál. Ekki búin að skíta allan veturinn og það bara skítaflug. Það fljúga hérna út alveg eins og enginn sé morgundagurinn. Skíta og skíta inn í búið og taka til. Ég fór í býflugurnar 2012. Fór á býflugnanámskeið, ég og Guðfinnur. Var í skóla þá að læra textíl og vinkona mín og við komum í heimsókn til hennar og sá einhverja svona frauðkassa og var forvitin og hún sagði mér seinna að hún ætlaði að vera með býflugur. Og ég fannst það alveg ótrúlega spennandi og ákvað að fara á námskeið og læra. Síðan vorum við að flytja hingað austur, vorið 2012 og allt í einu fæ ég upphringingar að flugurnar mínar væru komnar. Og mér féllust bara hendur, ég vissi ekki hvað þetta gera og var næstuði hætt við. Mér fannst þetta bara rosalega ábyrgð að vera að fá svona 2 pakka flugum, 50-100.000 flugur, 2 bú. En ég sló til og sé ekkert eftir því, komið með 9 bú. Og upp úr því ef það komið nógu mikið af frjókorni að þá drottningin að verpa nýrri kynslóð flugna, ferna. Og þegar hún komið með álitlegan hóp þá fyrir hún að verpa drunndaeggjum. Hún getur orpið bæði frjóum eggjum og ófrjóum. Frjóeggin eru kvenkyn, verða kvenkyn og ófrjóu, það eru kallarnir, drundarnir. Það verið að eitra út allan heim. Það verið að framleiða plöntur sem eru með skordýravarnir. Flugurnar þola það ekki, þetta rosalega viðkvæm dýr. Það talið að ef að flugurnar deyja út, býflugurnar, þá lifum við í 4 ár. Þannig að skógarplöntur og skógardýr eins og flugurnar, þetta er þvílík verðmæti. Þetta er einstök verðmæti. Þetta er dásamleg dýr og það er svo gaman að fylgjast með þeim. Og það er valdapíramídi þegar þú skríður úr hólfi þá færðu verkefni að þrífa næstu hólf, þú færð að borða og síðan færðu að hugsa ungviði sem aðeins eldra. Síðan færðu að hugsa ungviði sem aðeins yngra og þú færð að læra að þekkja drottninguna og þjóna henni og alltaf að taka til. Svo þegar þú ert orðin aðeins eldri þá færðu að fara aðeins út líka, færðu að fara að hugsa búrið, nektarinn og frjókornin og fara út og kíkja og læra að þekkja umhverfið. Þær fljúga svona kringum búið og skoða þetta dálítið vel. Og svo smá saman þegar þær verða eldri og þroskari þá fara þær að sækja hunang og nektar og verja búið. Ég held að það sé æðsti titillinn að vera varnarfluga. Ætli sé ekki svona 50.000 flugur í þessu, held ég, 60.000, 50, þetta er ekkert mjög stórt bú. Og ég hefði þetta verið stungin. Já. En það er bara mér að kenna. Þegar best lætur þá eru svona 600-700.000 flugur í skóginum. Það tekur enginn eftir það. Þetta er allt hreint hunang. Ég tek ekki fyrir að það er búin að loka öllum hólfum sem hunang í. Það er ekki búin að fylla upp í öll hólfin, en þessi hólf eru tóm. En þetta er allt lokað. Og þegar það eru búin að loka, innsigla með vaxi, að þá hunangið orðið réttgerjað eða rétt rakastig og orðið svona þessi munaða vara sem okkur finnst svo góð. En það eru 12 býflugur sem fylla 1 teskeið af hunangi yfir ævina. Það lifa 1 sumar, vinnuflugurnar. Já, það er 1/12 teskeið sem einn getur framleitt. Þetta, hérna er það með nektarinn og er að þurrka og verka. Síðan innsigla þær með vaxi. Hérna eru búin að loka meira. Búið snúa í hássuður og hérna það þekkja svona þokkalega sitt bú. Það er ein drottning í hverju búi.
Það eru mjög skipulega. Það er safnað hunangi fyrir veturinn í ágúst. Þá eru köllunum, druntunum, þeim er bara hent út. Það er bara ferðataskan sett þarna við útitröppurnar. Ef það hittir prinsessu upp í háloftunum, einhvers staðar þarna uppi, þá er það þeirra banabiti af því að hún þeir bara deyja eftir að hafa sængað hjá prinsessu. Það er versta sem ég geri, það er að loka flugu inni með mér. Það er ég hef gert það nokkrum sinnum. Og einhvern tíma þá var ég að fara í flugurnar og hafði ekki rænuð að loka almennilega í kringum mig. Og þá, hvað ertu greyið mitt? Og þá hélt ég að mér væri svo heitt að væri einhverja bara dropar renna eftir bakinu. Og þá var það auðvitað þegar hún er komdu út. Komdu út, Kjell. Þetta er geitungur, það er nú ekki betra. Hann er agalegur. Ég fóðra vetraðar þetta bú á 2 kössum, það er svona til að það ná að halda á sér hita. En drottningin hún fer einu sinni ævina út og hittir eins marga drunta og hún getur. Síðan fer hún bara inn í búið og fer að verpa. Og ég held hún verpi 2000 egg á dag, ef góðum degi. Og hún lifir í 3 til 4-5 ár, það fer svona eftir hvað hún er dugleg. Og þær hafa alveg eðlast á Íslandi, drottningarnar. Þær eru bara nokkuð kröftugar. Á vorin þegar það vakna og það er ekki neitt til að dreifa ekki, víðurinn ekki fram blómstra, þá er þröngt í búi. En skógurinn hann vex og það þurfa allir að eiga sinn stað og sinn tíma og það er alls konar tré í skóginum. Öll trén í skóginum eru vinir. Og öll dýrin. Mér langaði svo að gera blómaengi fyrir flugurnar af því að ég ætlaði bara að framleiða meira hunang, að fá þær til að framleiða meira hunang. Og þegar ég fór að skoða þetta betur, hvaða blóm þurfti að vera í blómaenginu, að þá voru það bara blómin sem eru í skóginum. Og fíflarnir eru friðaðir hjá mér, það þarf enginn að slíta upp fífil. Við býflugnabændur á Íslandi, við erum í góðri stöðu. Við erum með ósýktan stofn sem kemur frá Álandseyjum, flytjum þær inn þaðan. Og þetta er bara hrein og klár tekjulind í skóginum. Þetta er jafngildis á sveppum og berjum og öllu þessi býflugur, þær eru jafn mikilvægar og ef ekki mikilvægar fyrir skóginn, en þú getur haft jafn miklar tekjur af þessu ef þú stendur vel af. En klárlega býflugur út allt. Þetta er bara til að bæta.